Komið sælir og blessaðir kæru Vogir. Komið tími til að tékka aðeins á stöðunni. Í þetta sinna ætlum við að kíkja á stöðuna í gegnum elementin. Það er að segja vatn, eld, loft og jörð. Sjá hvað spilin vilja segja okkur varðandi það. Við ætlum að byrja á vatninu. Vatnið er tilfinningarnar ykkar, líðan ykkar, það að finna og margir segja innsæið búið þar líka, þó það tilheyrir kannski líka eldinum. Tilfinningalífið ykkar, staðan þar akkurat núna. Þar ríkir bara þetta fína, flotta jafnvægi, en sem er samt sem áður hárfínt. Það þýðir fyrir mér að það þarf ekki mikið kæru Vogir til að koma ykkur úr jafnvægi. Og ef þið skoðið vel, þá er þetta spil ekkert annað en vogin, sjáu þið. Kallast á við merkið ykkar. Stjórnast af voginni. Þannig að þetta er ykkar spil og það að þið séu með ykkar spil, tromp í tilfinningalífin ykkar. Það hlýtur að þýða bara það að þið séuð í nokkuð góðum málum, er það ekki? Þið eru viðkvæmar, samt sem áður, kæru Vogir, og þurfið ekki mikið til að fara úr jafnvægi. Það þarf ekki annað en nokkur korn á aðra hvora vogarskálina og þá fer allt að halla á aðra hliðina. Þannig verið staðan vera hjá ykkur akkurat núna. Eldurinn ykkar sem táknar ykkar svona innri drifkraft, innri eld, athafnir og allt sem þið eruð að framkvæma. Þar virðist vera einhvers konar óánægja í gangi. Hvort sem að þið, kæru Vogir, eru óánægðar með ykkur sjálfar, óánægðar með það sem að þið eruð að framkvæma. Það er að segja, ykkur finnst þið ekki vera að framkvæma nóg eða gera nógu vel og vera með sjálfsgagnrýnina uppi við. Ykkur finnst að það mætti vera meira að gerast í ykkar lífi og einhverjar ykkar gætu verið bara hreinlega orkulausar. Það er að segja innri eldurinn er kannski ekki eins mikið til staðar eins og þið hefðu viljað. Þetta er tímabundi ástand, allavega er ég að lesa þetta þannig að þið skulu ekki örvænta. En ef að þetta er tilfellið að innri eldurinn er sloknaður, þá er bara að gera að fara af stað og reyna að finna hvað er það sem að kveikir eldinn. Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera, hverju brennið þið fyrir? Þá er bara að fara af stað og reyna að elta það. Því að öll þurfum við allavega einhvern neista til að halda okkur á floti. Ok, kæru Vogir, þá er það loftelementið. Þar búa hugsanirnar ykkar, hugmyndir og hverskins samskipti, munnleg eða skrifleg, og það hvernig þið miðlið hlutum áfram til annara. Þar logar eldur sem segir mér bara að þið eruð rosalega mikið fastar, kæru Vogir, í höfðinu á okkur. Ef þið gætu fært þessar hugmyndir aðeins niður eða inn í eldelementið ykkar og farið að framkvæma eitthvað af öllu þessu sem þið eruð að
hugsum. Kom ég við einhvern viðkvæman blett núna hjá einhverjum ykkar? Algjörlega. En bara sorry, ég segi það sem að kemur. Það er mikið að vera margar hugmyndir í gangi. Þið eru líka búin að vera í sjálfskoðun, kæru vogir, sem er gott. Margar hverjar ykkar eru búin að vera að gera upp fortíðina og þið óttist ekki lengur fortíðina, hún hefur ekki lengur vald yfir ykkur. En það er bara hægt að vera ákveðið mikið í sjálfskoðun. Maður getur ekki verið með hausinn í naflanum á sér alla daga. Kannski komið tími fyrir einhverjir ykkar, kæru vogir, aðeins að líta upp úr naflanum og fara að framkvæma og gera eitthvað. Smá vinsamleg ábending hérna til ykkar. Jörðin ykkar, það er að segja efnið, efnislegi heimurinn í ykkar lífi, fjármálin, allt sem þið eruð að skapa, atvinnan ykkar, búm. Það er ekki mikil gleði þar. Einhverjar ykkar eru búin að fá nóg, eru búin að vera of lengi í þessari vinnu, eru búin að vera of lengi að fást við sömu hlutina. Hjá einhverjum ykkar, kæru vogir, eru fjármálin í ólestri, skulum við bara segja. Og komin tíminn til að kannski að endur skipuleggja þau, endur skoða þau og taka þess til. Sumum ykkar líður kannski ekkert endilega vel í þessum efnislega parti af ykkar tilveru og eru meira bara í því að láta ykkur dreyma og leyfa ykkur, láta hugan reika. Skil það ósköp vel. Við erum bara misjöfn með það. En ég segi bara fyrir ykkur sem eru ekki að fíla ykkur í vinnunni, leitið að einhverju nýju sem gleður ykkur. Það er kannski hægara sagt en gert, en allavega vil ég spilin meina það að það er komin tími á eitthvað nýtt. Ein ábending til einhverjar ykkar voga og þið takið það til ykkar sem að eigi það. Ef þið eru að glíma við fíkn, þá er komin tími til að takast á við það, horfast í augu við veikindin og leita ykkur hjálpar. Þannig munið bæta líf ykkar til muna. Þetta hárfína jafnvægi í tilfinningunum ykkar, þessar vogarskálar sem að standa þarna á, eins og á rakvélar blaðsegg. Þær munu stækka og batna til muna leið og þið takist á við hvers kyns veikindi sem þið eru að fást við og leið og þið í staðinn fyrir að bölva vinnunni ykkar, bölva fjármálunum eða því sem ekki gengur vel í ykkar lífi, að takast frekar á við það sem að þið eru að forðast og horfast í augu við. Eins og þær báðar hérna sem eru með bundi fyrir augun. Ok, þetta á við einhverjar ykkar kæru vogir og þið bara, eins og ég segi, takið það til ykkar sem að þurfi.
Við ætlum að skoða aðeins betur hvern þátt fyrir sig. Byrjum hérna á vatninu, tilfinningunum. Já, það að vanda sig skiptir máli. En það skiptir líka stundum máli að sleppa fram þessi beislinu. Og þá er ég að tala um tilfinningarlega. Að sitja ekki alltaf á tilfinningunum sínum, heldur leyfa þeim að vaksa og dafna. Alveg eins og þú sleppir hendinni af litlu barni til að leyfa því aðeins að kanna veröldina í kringu sig. Það kemur aftur þarna þetta hárfína jafnvægi sem er alveg gott og gilt. En hversu mikið af jafnvægi getur maður haft þangað til að það fer bara að skapa ójafnvægi í raun og veru. Já. Þetta er eitthvað með það að gera líka að koma tilfinningunum ykkar yfir í efnislega heiminn. Að elska það sem þið eruð að gera eða gera það sem þið elskið. Líkamlega ánægja kemur líka þarna inn. Og þá er ég ekki bara að tala um kynlíf, heldur hreyfingu og það að hugsa vel ykkur sem heild, líkama og anda. Ok, eldurinn ykkar, þar sem að hann er ef til vill slokknaður hjá einhverjum ykkar, þar fáið þið sama gæjan og týpurinn. Það er efniskóngurinn sjálfur. Já. Það er að tala hérna að vinna með höndunum hjá einhverjum ykkar. Vinna með höndunum, framkvæma með höndunum. Nú veit ég ekki, þetta og eflust ekki við ykkur allar, kæru vogir. En það er einhverja vogir sem eru laghendar og myndi henta vel að framkvæma með höndunum. Ég veit ekki alveg hvað er verið að meina með þessu. Þannig mun drifkrafturinn aukast. Jú, það meikar alveg sens. Og fjárhagurinn mun jafnvel batna líka. Ok, þið getið skoðað þetta. Ef að það er eitthvað sem að þarf til að kveikja eldinn ykkar, að fara að starfa með höndunum. Mold og gróður kemur hérna inn, timbur. Ok. Þetta dugubili, loftið ykkar, hugmyndirnar, þið sem eru loftmerki. Ok. Já, ég var að tala um naflaskoðun áðan. Hvað á það þýða að koma svo með spil sem að tákna naflaskoðun? Þetta er, vogin snýst jafnvægi, þetta snýst jafnvægi á naflaskoðuninni og hún verði ekki of mikil, en ekki þannig að þið lítið aldrei í eigin barm. Þið öðlist ákveðna visku við naflaskoðun, visku sem getur nýst ykkur og getur nýst öðrum líka. Vegna þess að naflaskoðurinn sjálfur, einbúinn sem býr í þessu spili, hann er yfirleitt sýndur með lukt með sér, hún er nú ekki hér, þar sem að hann er að leita að sannleikanum og lýsir þar með öðrum veginn að sannleikanum í leiðinni. Skiljiði mig. Það að leiðbeina öðrum, kenna öðrum, það geti líka verið vísbending hér til ykkar, að miðla þessum brennandi hugmyndum ykkar áfram til annara
og þessari visku sem að þið öðlist við þessa naflaskoðun ykkar. Þannig að hérna, það er sterkur punktur hér. Hafið það í huga næstu daga. Ok, fjármálin ykkar, atvinnan, jörðin, það sem að er hérna að drepa ykkur úr leiðindum eða er ekki að valda ykkur ánægju allavega. Og þar fáið þið háandlegt spil sem talar að fylgja andlegri leiðsögn. Ok, kæru vogir, þið ykkar sem eru andlega sinnaðar og flestar ykkar eru það nú fyrst þið eru að horfa á YouTube myndband með tarotspilum úr stjörnuspeki. Og fylgja innri leiðsögn, andlegri leiðsögn. Leit ykkur ef þið vill aðstoðar hjá einhvers konar andlegum leiðbeinanda. Þau vinna stundum í sameiningu þessi tvö. Það er að segja, hann fer inn á við og hún leitar beint í alla huldu leyndardómana sem standa okkur mannfólkinu til boða, eins og til dæmis það sem hefur verið kallað Akashic skrárnar og fleira. Það eru fleiri svona spil af þessum toga í tarotspilunum. Þessi tvö sýna ákveðið svona yin og yang. Það er að segja inn á við og svo upp á við. Ekki út á við reyndar. Andleg leiðsögn upp á við. Tenging upp á við. Hugleiðsla. Æðruleysi kemur hérna líka inn. Æðruleysi gagnvart sjálfum ykkur og ykkar stöðu. Að sætta ykkur við það sem þið fáið ekki breytt. Og þarna kem ég aftur inn á fíknina. Að breyta því sem þið geti breytt. Og að hafa nægilega mikið vit til þess að vita hvort er hvað. Ok. Þá tökum við hérna ráðleggingar í stöðunni. Sjáum hérna hvað kemur. Það getur verið hvað sem er. Það eru tilfinningar og það er styrkur. Innri styrkur, hugur ekki til að, hvað sagði ég áðan, að sýna tilfinningarnar ykkar. Hugur ekki til að sýna þær, til að halda þeim hátt á lofti. Hugur ekki til að tjá þær og tjá öðrum tilfinningar ykkar. Og að stinga þeim ekki ofan í rassvasa þar sem að þær eiga bara eftir að kafna. Hugur ekki, innri styrkur. Og hugur ekki til að þekkja ykkur sjálfar, kæru vogir, til að skilja hvað er í gangi innra með ykkur. Mikið verið að vísa hérna í ykkar innra líf. Og ef til vill verða einhverjar ykkar fyrir einhvers konar andlegri uppljómun næstu daga. Verið vakandi fyrir því. Og andleg uppljómun gerist ekki bara á rósrauðu skýi. Hún gerist yfirleitt þegar við erum að gangi gegnum erfiða tíma. Síðasta spilið ykkar, líkleg útkoma í þessari stöðu. Ef þið eru til dæmis að velta fyrir ykkur hvernig eitthvað endar eða kemur út. Þar fáið þið þetta fallega spil sem táknar
jafnvægi, táknar það að gefa og þiggja. Og jafnvægi fyrir ykkur, enn og aftur, kæru vogir, skiptir svo miklu máli. Það að gefa af sjálfum ykkur, það að miðla til annara, það að sýna öðrum tilfinningar ykkar. Þetta er allt að gefa. Það að þiggja andlega leiðsögn, að þiggja hjálp, hvort sem er við veikindum eða einhverju öðru, að þiggja ef til vill fjárhagslega aðstoð, þetta er allt í kategóriunni að þiggja. Þannig að þarna er strax komið ákveðið jafnvægi sem að alheimurinn kemur á leið og þið farið að interakta við hann í samvinnu. Samvinna með alheiminum. Ok, ég veit ekki alveg hvaðan þetta kom. En svo mörg voru þau orð, kæru vogir. Þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta. Ef þið viljið persónulegan lestur, þá er ekkert nema að bara hafa samband við mig á Facebook, miðlun og heilun og senda mér skilaboð á Messenger. Þá gef ég ykkur nánari upplýsingar. Annars vona ég bara að allt gangi vel hjá okkur, ljós og kærleikur.